Jólaljósin eru mikilvægur hluti af undirbúningi jólana hjá mörgum. Margir sem keppast við að tendra upp húsin sín og jafnvel garðana sína í aðdraganda jólanna og lýsa upp skammdegið. Mér langaði að fræðast aðeins þessi jólaljós og hvað þarf að hafa í huga við notkun þeirra. Þess vegna við fengið til mér Frosta Frostason, rafvirkja hjá Norðurorku, sæll Frosti, sem ætlar að leiða með þessum í allan sannleikann jólaljósin. Hér höfum við dálítið margar tegundir af jólaljósum. Það hefur orðið svolítið þróun í þessu. Getur þú aðeins sagt mér hvað erum við að tala um þetta? Hvernig hefur þróunin verið í jólaljósunum? Áður fyrir voru allar perur í seríum, glóperur svo kallaðar, sem að raunverulega taka dálítið mikið rafmagn og hitna dálítið mikið og þessum dálítið mikið hætta, íkveikja hætta á svoleiðis seríum. Sérstaklega voru gamlar og svona. En í dag, sem þetta hérna er glópera, þetta hérna er raunverulega allt glóperudæmi hérna, sko. Hér eru gömlu útiseríu glóperurnar, sem að hérna hver og ein pera var 25 vött, þannig að það var dálítið mikil orkan sem að þær voru að nota miðað við í dag. En í dag er þetta mest orðið LED og eiginlega eingöngu LED-perur, allt nýtt sem að fólk kaupir er LED og LED-perur, sem eyðir miklu minna og hitnar ekki neitt. Og hvaða máli skiptir það út frá öryggissjónarmiði þá? Það er þá bara út frá eldhættu eða? Já, aðalega á eldhættu og svo líka notar þetta miklu minni orku heldur en gömlu glóperurnar, sko. Já. En segjum nú er einungis LED-perur fáanlegar, er það ekki, í búðum. Segjum LED-perur eru einhver hætta samt sem áður? Af LED-perum? Sko ég held bara að þetta sé það öruggasta sem maður fær í skreytingar í dag, það sé LED, því að þetta hitnar ekkert og þetta eyðir mjög miklu rafmagni. En í dag er sko allar seríur orðnar LED, nema eins og í aðventuljós, svona, það er ennþá gömlu glóperurnar, sko. En mest allt er bara LED. Já. Nú eru örugglega mjög margir sem eru ennþá með þessar hérna, þessar eru nú ekkert mjög gamlar. Nei, þessar voru notað mjög mikið í gluggaskreytingar. Já. En það er talsverður munur á þessum og LED. Myndirðu segja að það væri mikilvægt að fólk skipti þessum út þá þegar hérna eru komnar? Já, sko allavega verður að byrja að gefa sig og perurnar farnar að fara. Ef að perurnar byrjar að fara ein og ein, þá er allar hinnar að fara. Þannig að það borgar sig ekki að reyna að skipta um. Það er þetta að fá perur í mikið af þessu seríum, en það verður að vera hárréttar perur. Fólk verður að vera með perufjölda nákvæmlega á hreinu þegar það er að kaupa. Hérna eru svona hinnar þessar perur og það er gefið upp, sko, hvað er voltatala á þeim og fyrir hvað margar börgljós. Þannig að það verður að vera alveg á hreinu. Ef fólk setur vitleysar perur í, þá getur þess að eyðilagt allar hinnar eða bara sjóðhitnar og getur skapað íkveikjuhættu. Kannski vera betra að perur fara að skipta það bara um alla seríu? Já, og fara bara í LED þá. Já, einmitt. Hvernig er með kostnaði? Nú kostar þetta allt saman eitthvað að lýsa upp skammdegið. Segjum hús með útiseríu, ljós í flestum gluggum. Hvað erum við að tala um? Hvað kostar þetta út frá svona raforkuverði? Og ég tók saman dæmi að ganni til að bera saman miðað við gömlu glóperudæmið. Ekki reyndar þessar gömlu perur hérna sem eru sko ekki lengur í notkun, þessar eyddu svo svakalega miklu. Þessar eru rosalega stórar. Já, en þá er það kannski perur á stærð við þetta hérna. Og inniseríur eins og þessa hérna, og svo LED á móti til að sjá kostnaðinn. Og ef við segjum að, eins og heima hjá mér, ég er með LED 60 ljósa framan á húsinu hjá mér heima í Ráðhúsi og þar kostar hérna sú lýsing, hún kostar ekki nema 130 krónur á mánuði. Já. Ef ég var með glóperu eins og ég var með áður, 8 seríu áður, glóperuseríu, þá kostaði það 2769 mánuði. Já. Og það er ekki smá munur. Sko, þetta er ekki vísindalega samanburður, þetta er ekki nákvæmlega saman birtumagn og svoleiðis, en þetta kostaði mér. Og ef við tökum eins og hérna útiseríuna sem ég er með og var ég með, segjum bara 8 glugga með inniseríum í, þá var ég dæmið sem sagt með glóperu var það 3820 en 322 með LED. Já. Þetta er tífalt svona. Ótrúlega mikill munur. Fyrir utan, eins og ég, það er eldhættan er sáralítil eða engin og hérna, mann
þetta er kannski dýrar aðeins í byrjun eins fólki finnst það, en þó hafa LED-seríurnar að lækka mikið á perurnar. Þannig að þetta er ekki spurning. Nei, þannig að þú myndir hvetja fólk til að fara í þetta. Hvernig veit fólk þegar að kaupa sér nýja seríur, hvort það séu, eru allar seríur jafn öruggar eins og LED-seríur? Er fólk kannski að panta á í gegnum netið, versla í búðum hérna heima, er eitthvað sem þið getur haft í huga til þess að vita þessi öruggar? Það sem ég hef séð í búðum eru sko almennt bara í mjög góðu að þokkalegu lagi sko. Já. En það er kannski rétt að spyrja eins og það sem er að selja, þeir eiga að vita hvað er að selja. Þannig að hvað sé best og öruggast og svona, þeir eiga að vita það. Einmitt. En það er allavega svona skilaboðin, það er að gera að fylgja tækninni og skipta yfir í LED-perur. Já, og það var eitt hérna sem bar saman hérna, það var notkun á hérna eins og rafmagnsnotkun hjá mér í mánuð með þessa lýsingu ef ég væri með útiseríuna sem ég er með og í 8 gluggum inniseríur. Þá erum við að tala um 322 krónur á mánuði og ísskápurinn hjá mér og hérna frystikistan, það er eiginlega næstum því sama upphæð á mánuði. Já. Ég er ekki að nota meira meðan við LED heldur en bara ísskápurinn, en svo er það ekki sama ísskápur og ísskápur, nýr ísskápur eða miklu minna heldur en eldri ísskápur. En ef ég væri með hérna glópurinn þá var það 3820. Já. Og er þetta raunin með öll raftæki að þessi nýju þau nota minni orku? Flest raftæki er að nota miklu minni raforku heldur en gerður. Má finna það alveg, þessar eru miklu þær eru alveg mjög heitar. Þær eru alveg mjög heitar, hvað þá þegar þetta er komið inn í svona, kannski, þessi reyndar ekki mjög heitar, en ef þetta verður svona þá fær þetta að vera alltaf heitt, sko. Já. En þessar alveg, finnur ekki neitt heitar. Þannig að þetta eru engin rosalegir peningar í þessu, þetta eru 100 kallar, kannski og 1000 kallar nokkrir sem þetta skiptir og kannski ekki, ef þú ert með LED-perur þá er kannski ekki þörf á því að vera að slökkva á þeim, yfir daginn eða nóttina. Nei, og sér töluna, sko, eins og mér á mánuði, er þetta ekki nema 322 krónur, þannig að það tekur ekki að vera slökkvað. En fólk, þú getur gert það vill, sko, það er sjálfsagt mál. En út frá svona sparnaði sjónarmiði þá kannski munar það ekki? Nei, það er mjög sparnaður. En eins og með glóperurnar gömlu í dag og seríurnar, þær fær maður bara eiginlega í dag. Nú er allt komið í LED, þannig að þetta er komið í bara svipaverð, er á leiðinni í sama verð og hitt var. Hvetjum alla til að bara skipta hinu þá út. Já, ef að sérstaklega fara að gefa sig og eins passa hérna að vera með góð fjöltengi eða það er fjöltengi, ekki vera með hérna gömul og léleg tengi og sumir vilja geta slökkt á, eins og þú segir á nokkru seríum, þá er gott að rofa á. Já. Þannig að það er vera vakandi yfir þessu. Já, vera vakandi og ekki vera að nota gamlan og úsígengi búnað, alls ekki. Nei. Hendunum strax. Flott. Frosti Frostason, takk kærlega fyrir spjallið. Já, takk fyrir bara mig. Og þá verður þátturinn að norðan ekki lengri að sinni. Við þökkum fyrir áhorfið. Verið sæl.